sem tillaga stuðningsnet jafnaldra fyrir börn og unglinga af erlendum uppruna í grunnskólum. Var áður annar liður á dagskrá en verður þriðji. Til máls tekur ungmennaráðsfulltrúinn Snorri Freyr Vigfússon. Borgarstjóri, forseti borgarstjórnar og aðrir gestir. Það 14.000 innflytjendur í Reykjavík, fólk af öllum mögulegum þjóðernum með mismunandi reynslur og upplifanir. Margir verða fullkomið viðbót í samfélagið en sumir þurfa smá meiri aðstoð en aðrir. Alltaf mikið af innflytjendabörnum einangrast í skólum og hefur það leiðileg áhrif fyrir þau og okkur. Aðstoð hefur í formi móttökuteyma og hefur það reynst ágætlega en við viljum bæta það kerfi og fá jafningja með í teymið til aðstoða börnin og úlingana. Eins konar jafningjafræðara. Jafningjar myndi fá það hlutverk að aðstoða ungu innflytjendurnar og skapa gott stuðningsnet sem myndi nýtast þeim óendanlega í framtíðinni. Jafningjafræðarar væru sjálfboðaliðar frá grunnskólanum og eða nemendafélögum. Einstaklingar sem myndi taka það að sér að koma innflytjendum inn í félagslífið og aðstoða þau við bygging á tengsla og stuðningsneti. Jafningjar myndi sækja námskeið og eða fræðslu frá fagfólki sem myndi nýtast þeim að hjálpa innflytjendunum og kljást við verkefnin með alúð. Við vitum það vel að eigin reynslu að fræðsla og aðstoð jafningjum virkar á öðruvísi og oft betri hátt. Oft er það einfaldlega ekki nóg að fullorðnir kynni hlutina fyrir börnum og úlingunum. Ég man hvað mér þótti æðislegt að sækja félagsmiðstöðina mína. Það var eitthvað fyrir alla. Ég lærði margt nýtt og ákveðna samskiptatækni. Þetta var nánast eins og eigið annað heimili og í fyrsta skipti hafði ég góðan grundvöll til að koma skoðunum mínum á framfærir. En samt fannst mér vanta eitthvað. Það vantaði langflesta innflytjendurna sem voru með mér í skólanum á daginn. Það staðreynd að þessi börn og unglingar eru ekki líklegir til að sækja félagsmiðstöð og viðburð í skólanum. Allt og margir telja sig ekki vera hluti af hópnum og jafnvel þora ekki, missa af gefandi og skemmtilegum reynslum. Jafningjar gætu verið góðan viðbót hér. Við erum þeirra stuðningur í þessum aðstæðum og dregið þau með í félagsmiðstöðina, kynnt þeim fyrir hlutunum. Við gæðum öll á því að virka þetta unga fólk, félagslega. Félagsmiðstöðar eru frábær stökkpallur fyrir unglinga til að láta rödd sín heyrast. Við getum fengið fleiri hugmyndir og reynslu, fleiri skoðanir og víðar á sjónarhorn á heiminn. Við viljum fá alla með og það sérstaklega innflytjendur. Við teljum nauðsynlegt að koma þessi verk á næstu örfáum árum. Hefja þetta sem ákveðna tilraun og móta síðan fræðsluna út frá því. Þetta má vera sífellt í mótun en það væri ákjósandi að taka tilbúið til að senda skólana fyrir haustönn 2017. Við erum sumsé að biðja námskeið eða fræðslu fyrir nokkra sjálfboðaliða til að sinna innflytjendabörnum betur í félagsstörfum, fræðsla sem nýtast nemendafélögum og sjálfboðaliðum óendanlega. Við viljum að þetta kerfi verði skylda í öllum skólum og teljum þetta mikilvægt sé gert á jafningjagrundvelli. Við hvetjum Reykjavíkurborg til að sýna fordæmi og innleiða þessa viðbót í núverandi kerfi og ég vona innilega að önnur bæjarfélög taki þátt. Takk fyrir. Snorri Freyr Vigfússon hefur lokið við að gera grein fyrir tillögu sinni stuðningsnet jafnaldra fyrir börn og unglinga og þá tekur til máls borgarfulltrúi Skúli Helgason. Forseti, ágæta borgarstjórn og kæru fulltrúar í Reykjavíkurráði ungmenna. Ég vil byrja á því að þakka fyrir þennan góða fund og ekki síður fyrir þá miklu og vönduðu vinnu sem að fulltrúar í Reykjavíkurráðinu hafa lagt í að undirbúa hann og þær tillögur sem að fyrir fundinum liggja. Þessi tillaga sem að hér var kynnt af Snorra Freyr Vigfússyni fulltrúa í ungmennaráði Breiðholts mjög athyglisverð að mínu mati. Hún sýnir bæði samfélagslega ábyrgð og mikinn skilning á stöðu þess fólks sem að velur að koma til landsins okkar á norðurhjaranum, tilbúið að takast á við þá krefjandi uppstokkun á daglegu lífi sem að því fylgir að koma og ákveða að flytja til menningarheim sem að í mörgum tilvikum gjörólíkur því sem að þetta fólk á að venjast. Veruleikinn í dag allt annar en þegar að ég og sumir aðrir borgarfulltrúar voru að slíta barskónum hér upp úr miðri síðustu öld. Þá voru nær engin börn í skólunum af erlendum uppruna, kannski einn og einn Nílsen frá gömlu herraþjóðinni en það vissu
allir af því og kunnum með nafni öll þau börn í skólanum sem að ekki voru fædd og uppalin hér á Íslandi. Núna er öldin önnur, rúmlega 1 af hverjum 10 grunnskólanemendum eru af erlendum uppruna, tæplega 1600 nemendur, og tæplega 1 af hverjum 5 í leikskólunum, kringum 19% sem að gerir 1300 börn. Og þar vekur athygli að fjöldi barna af erlendum uppruna er 2-falt hærri núna en fyrir áratug, árið 2006. Svo þróunin er mjög hröð í þessum efnum og hún gerir þá kröfu til okkar sem að stýrum borginni að við þurfum að vera mjög vakandi fyrir því að bæta þjónustuna við þennan hóp. Og þessi tillaga, hún gerir það, og það sem er mikilvægt er að hún dregur fram að jafningjafræðsla er mjög árangursrík og það eru fjölmargar bæði innlendar og erlendar rannsóknir sem að sýna það. Má nefna þar sem dæmi kennsluaðferðina PALS, pör að læra saman, eins og hún hefur verið nefnd á íslensku, hefur verið notuð með góðum árangri bæði í leikskólum og grunnskólum á Íslandi. Ég vil nefna það að ég hef borið þessa tillögu undir sviðsstjóra skóla- og frístundasviðs og helstu sérfræðingasviðsins á sviði fjölmenningar og skemmst frá því að segja að viðbrögð þeirra voru í öllum tilvikum mjög góð. Og við teljum að hún falli afar vel að þeirri fjölmenningarstefnu sem að skóla- og frístundaráð samþykkti árið 2014 og hefur þegar verið innleidd. Þar er einmitt lögð áhersla á það að það sé leiðarljós sviðsins í fjölmenningarstefnunni að öll börn og ungmenni nái árangri í bæði námi og leik, standi vel að vígi námslega en líka félagslega og þeim séu sköpuð tækifæri til þess að vera stolt af bakgrunni sínum og menningu. Við höfum nýlega gengið frá stefnumótun varðandi móðurmálskennslu sem að skiptir miklu máli fyrir börn af erlendum uppruna, bæði í leikskólum og grunnskólum, og foreldrasamstarf er ríkur þáttur, nauðsynlegur þáttur í því að við náum árangri fyrir þennan hóp. Það má geta þess að í fjölmenningarstefnunni er einmitt að finna ýmsar hugmyndir skylda þessari, þar sem lögð er áhersla á að skólasamfélagið allt og bekkurinn í heild, nemendur og kennarar beri ábyrgð á móttöku nýrra nemenda. Þessi tillaga vísir að leið til þess að útfæra þær hugmyndir ennþá betur og Reykjavíkurráð að sérstakan heiður fyrir þetta framtak sitt. Ég er sannfærður það að hið öfluga fjölmenningateymi skóla- og frístundasviðs er tilbúið að setja strax af stað vinnu við að útfæra þessa tillögu nánar og hafa reynda strax komið fram hugmyndir fræðslu í samstarfi við Borgarbókasafnið fyrir börn, ungmenni og foreldra af erlendum uppruna. Og ég vil ítreka þakkir til Reykjavíkurráðsins fyrir afbragðsgóða tillögu og legg til að henni verði vísað til skóla- og frístundaráðs sem að leiti jafnframt umsagna frá Mannréttindaráði og Velferðarráði. Skúli Helgason, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og hann hefur lagt til að tillögunni verði vísað til skóla- og frístundaráðs. Þau sem að samþykkja þá málsmeðferð gefi merki. Það er samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá göngum við til, nú er þetta orðið helst